eins og við höfum tekið eftir að þá er ansi mikið umfang í gangi í kringum kvennadeildina á Barnaspítalann. Þetta þýðir að gönguleiðir eru innan svæðisins eru orðnar svona aðeins kræklóttar og við höfum verið að reyna að gera okkar besta núna að setja upp leiðbeiningar, setja upp skilti á girðingarnar sem er núna búið að mála allar grænar og það er búið að setja leiðbeiningaskilti til þess að reyna að leiðbeina bæði starfsfólki og sjúklingum og aðstandendum að inngöngum og merkja hvar þar eru og fólk á að geta séð hvar það er statt og getur séð svona hvernig leiðirnar liggja. Við erum að gera ráð fyrir að klára þennan tengigang upp með kvennadeildinni svona miðjan júní, þannig að þetta fer svona að lagast upp úr því og þá fer bara framkvæmdirnar og meðferðarkjarnanum fara að færast meira upp eftir og þetta fer að verða svona meira statískt ástand. En við erum, eins og fólk hefur líka tekið eftir, þá erum við byrjuð núna á undirgöngunum undir gömlu hringbrautina alveg út í Snorrabraut og það er ansi mikið þar í gangi. Eins og þá eru gönguleiðirnar af bílastæðunum af Suðursvæðinu hérna fyrir sunnan Læknagarð að þær eru óbreyttar bara upp með girðingunni og beint upp að geðdeildinni upp á svæði en það styttist í að sú gönguleið lokar og þá færum við gönguleiðina af þeim bílastæðum þannig að fólk þarf að labba beint upp á Bústaðaveginn og síðan í raun og veru upp á Bústaðaveginum á Snorrabrautinni og koma að austanverðu að geðdeildinni. Í raun og veru eru göngu- og hjólaleiðir það sömu en við höfum verið að beina allri umferð sem ekki á erindi inn á spítalann, það er að segja túristar og bara almenn umferð, við höfum verið að beina henni og við höfum sett upp skilti þess eðlis. Þeirri umferð í raun og veru allir út af svæðinu, framhjá svæðinu, þannig að nú eru göngu- og hjólaleiðirnar innan Landspítala lóðarinnar, þær eru eiginlega eingöngu ætlaðar fyrir þá sem eiga erindi, starfsmenn, sjúklinga, aðstandendur og annað. Það er gaman að segja frá því núna þegar að sumarið er gangi í garð og þetta hjólaði vinnuna átak er að byrja að við erum að setja upp mjög veglegt aðgangsstýrt hjólahús bara, hjólaskýli á bílaplanið við eldhúsbygginguna rannsóknarstofurnar við Eiríksgötu. Það hjólahús er áætlað að þar verði hægt að geyma í kringum 80 hjól. Þetta eru svona hjólarekkar á 2 hæðum inni, aðgangsstýrt með aðgangskorti og þar verður hægt að það er bara öll aðstaða eins og bestur og kosi fyrir hjólafólk.